krakkar og unglingar megi ekki heyra tölurnar 6 og 7 á þess að góla 6-7 og gera ákveðna handarhreyfingu leið. Þetta þýðir í rauninni ekki neitt, segja krakkarnir, heldur bara fyndið. 6-7! Foreldrar hafa eflaust flestir heyrt börnin sín segja 6-7 í tíma og ótíma. Grunnskólakennarar verða þó eflaust mest fyrir barðinu á þessu æði. Svo flett þetta upp á blaðsíðu 67. 6-7! Í upphafi haustsins, þegar maður hafði ekki alveg neina merkingu á bakvið þetta og maður slýsaðist til að segja 6-7, 6-7 hóp eða eitthvað svo. 6-7! Einmitt. Þá gerist þetta og ég var sjálf alveg pínu stressuð, það væri eitthvað svona kannski illkvittin merking á bakvið eitthvað svoleiðis. Svo róaðist maður aðeins sjálfur svona þegar maður átti að sjá því það var engin merking á bakvið þetta. En þetta verður leiðingjandi lengdar og truflar oft. 6-7 var fyrst vinsælt meðal barna og unglinga og samfélagsmiðlum snemma á þessu ári. Einhver gæi bjó til lag og þá í laginu var 6-7. 6-7! Og síðan var körfuboltamaður, eða strákur, sem hann sagði 6-7 í einhverju viðtali. Og þá bara byrja allt í einu, allir að segja 6-7. En af hverju eru krakkar að þessu? Ég veit það ekki alveg. Þeim finnst þetta bara alveg fyndið. Ég held bara að þetta sé svona frægt, skilurðu. Vita foreldrar og kennarar hvað þetta þýðir? Ég held ekki, annars væri þessi frétt ekki. You want to know what time I woke up this morning? What time? Around 6-7! 6-7! Já, krakkar, við ætlum að taka fyrir sögu. Við erum hérna á árunum 1966, 1967. Eitthvað svoleiðis? 6-7! Veistu eitthvað hvað það mím þýðir? Þetta er 6-7. Nei. 6-7! Ekki neitt. Þetta meikir ekki sens og þetta á ekki mikið sens og það er bara að finna það. Þegar kennari segir 6-7 eða eitthvað, þá fara allir að hlæja og gera eitthvað út frá því. En eru kennararnir ekkert pirraðir á þessu? Ég held að ég sé orðið mjög þreytt á þessu, sko. Já. Ég held að ég sé orðið smá þreytt á þessu, við erum búin að segja þetta svolítið mikið. Og er eitthvað svona nýtt að koma í staðinn fyrir þetta? Já, það fólk byrjað að gera eitthvað 41 og 34 og 22 og eitthvað. Það er 41 Og svo 22 og svo náttúrulega all 6-7 hérna. Up high, down low, up in heaven, 6-7. Sebastian Óli Guðmundsson, þú ert samfélagsmiðla fréttamaður hérna á RÚV. Svo krakkarnir segja, þau veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Veist þú það? Já, nokkri krakkarnir höfðu nú bara hárrétt fyrir sér þarna því að þetta þýðir í rauninni bara ekki neitt. Það er engin meining á bakvið þetta. En samt að gaman að segja frá því að þó svo að það sé engin meining eða þýðing á bakvið þetta, þá var þetta valið orð ársins hjá netorðabókinni dictionary.com og þeir einmitt sjálfir segja að það er engin þýðing á þessu, engin útskýring. Og ein ástæðan fyrir því að börn og unglingar, kannski eina, þess að helsta ástæðan er að þau vilja bara taka þátt í frægu TikTok trendi og eru svolítið hluti af þessu. Og þarf í rauninni ekki meira en að heyra tölurnar 6 og 7 eða að þau eru ekki svona verið hlið við hlið, bara 6 eða 7 og þá fara krakkar að hrópa og öskra þetta. Akkurat. Krakkarnir hérna áðan, þau voru með kenningar það hvernig þetta hefði byrjað, hver svona upprunnin væri. Já. Ertu sammála því? Þau voru nokkurn veginn með þetta rétt. Þetta byrjaði mitt á þessu rapplagi eins og kom svona búti úr sem heitir Dút Dút. Og flestir sem er á TikTok þekkja þetta lag, þetta fara svolítið víða og textunum á því lagi kemur fyrst 6-7 og síðan fyrir þetta út í að þróast að vera undir svona klippum af frægum körfuboltamanni sem heitir LaMelo Ball og hann er einmitt 6 fet og 7 tommur á hæð, það er ekki með tengingin, þá var hann svolítið þekktur sem 6-7 gæinn og síðan svona springur þetta fyrst út þegar það er YouTuberi sem að gera svona myndband körfuboltaliðið í háskólanum sínum. Og við getum séð myndbandið. Þarna byrjar einmitt handarhreyfingin. Og nær frasinn þá svona hápunkti eftir þetta myndband? Í rauninni ekki þarna, en hann nær miklum vinsældum þarna. Þegar þetta myndband kemur út, þá fara vinsælduna þvílíkt bara að springa. En þetta nær mestum hápunkti þegar skólarnir byrja eftir í september. Þá fara allir krakkarnir að segja þetta við kennarar eins og kennararnir í klippinu sögðu, þeir eru svolítið þreyttir á þessu. Já, ég vildi ekki vera stærðfræðikennari við þessar Nei, alls ekki. En svona að lokum þá er frasinn eða jarmi svolítið svona minnka núna, hann smá að deyja út og það kemur svona ekki óvart að það myndi bara deyja alfarið út núna fyrst að við erum að fjalla þetta hérna á RÚV.